Góðan daginn öll sömul. Það er gott að sjá okkur hér í salnum en við ætlum líka að bjóða þeim velkomin sem situr heima fyrir og við ætlum að byrja okkur guðþjónustu með því að lúta höfði og halda bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund, fyrir þennan hvíldardag. Við þökkum þig fyrir þína nærveru og biðjum þína blessun. Við biðjum þú vil hjálpa okkur til þess að ganga á þínum vegum og vera þína þjónir í dag. Í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að leggja fram með því að syngja sálmunum 168 sem er Vist ertu Jesú kongur klár. 168 í sálmabókinni. En hún var einnig komið hérna upp á töflunni. Já, við skulum halda áfram með að syngja annan sálm sem er 135 í sálmabókinni við kross þinn. Við skulum endilega innbeita þessi orð sem er í þessum sálmum. Það er ótrúlegt yndislegt verk. Thank you.
var það sem kærleik vann mín sál. Því þetta það sem þetta allt fjallar kærleikur Jesú Krist, fyrir það sem hann gerði fyrir okkur. En við ætlum núna að opna ritninguna og ég ætla að opna í Guðspjallinu Markusar og ég ætla að biðja ykkur að standa á fætur. Þetta 16. kapli sem ég ætla að lesa úr. Ég ætla að lesa frá 1. vers til 8. vers og það hljóðar svo. Hann upprisinn. Þá hvíldardagur var liðinn, keyptu þær, María Magdalena og María móður Jakobs og Salome ilmsmysl til að fara að smyrja hann. Og mjög arla hinn fyrsta dag vikuna sólarupprás komu þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafamunnunum. En þegar þær lítu upp, sjá þær að steininum hafi verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægri megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfðust. En hann sagði við þær, skelfðust eigi, því að leiti á Jesú frá Nasaret, hinum krossfestar. Hann upprisinn. Hann ekki hér. Sjá þarna staðurinn þar sem hann lögði hann. En farði og segði lærisveinum hans og Pétri, hann fer að undur yður til Galileu. Þar munið þið að sjá hann, eins og hann sagði yður. Þær fóru út, flýðu frá gröfinni, því ólit og óbúð var yfir þær komið og þær sögðu engu frá neinu, því þær voru hræddar. Við skulum biðja. Allir sem trissir sig til megi krjúpa ef þau vilja. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund, fyrir þennan hvíldardag og við þökkum líka fyrir það að geta minnst þess að þú dóst fyrir okkur. Við þökkum þig fyrir það að þú ert upprisinn og við þökkum þig fyrir allir þær vonir sem þú hefur gefið okkur við það innig að rísa upp. Kæri Faðir, viltu gefa okkur kærleik í brjóst okkar? Viltu hjálpa okkur verið þér gefin í allt og við leggjum allt í þína hendur og biðjum þína varðveislu í Jesú nafni. Amen. Við ætlum nú að halda áfram að syngja sálmur nummer 138, Ó ætti ég 1000 tungur. Við ætlum nú að taka upp gjafir og gjafina rennur í safnaðarsjóð. Gjörðu svo vel.
þökkum þig fyrir þessa gjafir sem við borðum hérna fram fyrir okkur og biðum hvort að þú vil hjálpa okkur til þess að nota það fér til þína blessunar til útbreiðslu þitt starfs. Við þökkum þig fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Jæja, nú komin að börnunum. Við ætlum að syngja hérna eitt Sálm 179, Jesús hann oss elskar öll. Og þið megi alveg koma fram og meðan það að vera að syngja krakka mín og sittist hérna fremst. Rétt eftir það ætlaði Dan Serb svo ætla að segja okkur hérna krakkanum sögu en við fullorðum megi líka hlusta. Samuel, How are you this morning? hvernig hafið þið í dag? Very good? Gott. Yeah? All right. I'm going to tell you a story Ég ætla að segja ykkur sögu that comes from when I was a child. sem kemur frá því að ég var barn. Is there anybody here who's about 7, 8 years old? Einhver hérna inni sem 7-8 ára? 7 ára 7, eða 8 ára? 8? 8. Já, þú ert 8 ára. 7. 7 All ára. right. I come from a place called Transylvania in Romania. Ég kem frá stað sem heitir Transylvania í Rúmeníu. All right. I know some people are, ooh. Sumir bara vera hræddir. And even though I grew up in a city, Þó svo ég hafi alist upp í borg, I spent all my holidays on my grandparents' farm. þá var ég alltaf hjá ömmu mín og afa í sveitinni. And together with my cousin, Alan, Og með frænda mínum, honum Allan, we had a lot of adventures together. þá lentum við í alls konar ævintýrum. We're always very good. We're never naughty. Við vorum alltaf þægir og við gerðum aldrei neitt á okkur. One of the main things we loved doing Eitt af því sem okkur var skemmtilegt að gera, was to hunt for treasure. okkur fannst gaman að leita fjársjóð. All right, in our head, Í huganum the hills þá were full of treasure. voru allar þessar hæðir fullar af fjársjóðum. Every single little place we saw, we thought there was a treasure in there. Og allar litlar hæðir eða hólar heldum við að væri fjársjóður inn í þeim. And there was one place that we're really, really intrigued by, Og það var eitt curious stað about. sem vorum rosalega forvitnir And that was our neighbor's house. og það var húsið nágrannans. It was an old house. Það var gamalt hús And we thought there must be some treasure either in the attic og við hugsaum það örugglega fjársjóður inn í þessu húsi annarkvort upp á lofti or under the house, eða undir húsinu, around the house. í kringum húsið. In this house, Og í þessu húsi, there was a problem about it. það var eitt vandamál við In húsið. this house lived a lady Í húsinu bjó kona whom we were convinced
was a witch. Og við vorum alveg vissum að hún væri norn. We're scared to go close to that house. Við vorum hræddir að koma ofan nálægt húsinu. She was always very quiet, Hún sagði aldrei neitt mikið, wearing dress black all the time, var alltaf í svörtum kjól and we were really scared of her. og við vorum virkilega hræddir við hana. As we grew older, we found out why. Svo þegar við urðum eldri þá skildum við af hverju. Our grandfather knew of our plans to go into her house. Og afi vissum þessi áform að fara inn í húsið. So in his wisdom, he said, oh, she's a witch. Og þess vegna sagði hann við okkur, Just to hún make norn, sure we don't cause any trouble. svo við myndum ekki fara inn í húsið. Anyway, one day, Einn dag we saw her leave the house. þá sáum við hana fara út úr húsinu And we thought, oh, this is our chance. og við hugsaðum, nú tækifærið. This is the time now to go in and look for treasure. Nú ætlum við að fara inn í húsið og leita að fjársjóðnum. People those days didn't lock their doors. Á þeim tímum þá læsti fólk ekki heimilum So sínum. it was very easy to get into the house. Mjög auðvelt að komast inn. We didn't really pay attention of what was going on in the house or what furniture and stuff was there. Við vorum ekki að hugsa neitt húsgögnin hann inni. We went straight for the attic. Fórum beint upp á háaloft. There was a place where we could climb on, Við gátum klifrað þarna upp, open the little door. opnað dyrnar There was a little ladder, and we got straight into the attic. og beint með þessum litla stiga komumst við upp á loft. Have you ever been into an old house attic? Hafið þið komið inn í svona gamalt hús með háalofti? Full of spider webs. Fullt af There kóngulóarvefum, are all lots of boxes and stuff. fullt af einhverjum kössum And we thought, jackpot, man, we found the treasure. og við hugsaðum, nú erum við að fara að finna fjársjóðin. So we start, naughty. We started opening boxes. Þannig að við byrjum að opna alla kassana So my cousin Alan opens the first box. og fyrst opna I vinur said, minn what's, kassa what's in there? What's in there? og ég sagði, hvað inn í honum? Ah, just pictures, man, don't worry about it. Bara myndir. Open another box. Opniðum annan kassa. Pictures, forget about it. Ljósmyndir. Open another box. Opniðum annan kassa. Some, little figurines and stuff. No, forget about it. Einhverja styttur. But then we went back to the first box. Svo fórum við í fyrsta kassan. We thought maybe underneath the pictures there might be golden coins. Þá hugsaum við að kannski það undir myndunum þar sem við getum fundið fjársjóðin. But as I picked the first picture, En þegar ég sá fyrstu myndina, I was struck by the person in the picture. þá brá mér út á manneskinu sem ég sá á myndinni. A beautiful young lady Falleg ung kona dressed in a beautiful gown, og í fallegum kjól sitting at the piano. og satt við píanó. And underneath it said Paris. Og undir stóð París. I looked at the next picture. Svo leit ég á hina myndina The same lady, og sama konan, beautiful blonde hair, fallegt hár, white dress, sítt og hvítu in kjól a big hall. og í stórum sal Again next to a piano, posing next to a piano. og við píanó And it said Rome. og þar stóð Róm. And I forgot about treasure. Og ég var búin að alveg I stenglemma just sem started looking through those pictures. stenglemdi fjársjóðunum og While var my að skoða cousin was busy still looking for treasure. myndirnar. And I found again pictures of the same lady, Og aftur fann ég nýja mynd af þessari konu either standing next to a piano sem stóð við hliðina or á píanó playing a piano, eða að spila píanó. and different cities around the world. Ólíkar borgir allan heim. New York, New York Chicago. og Chicago. I don't know if there was Reykjavik, I don't remember. As I was so absorbed by looking at these pictures, Og ég var svo spenntur að skoða þessar myndir my cousin comes to me and says, Dan, listen. og þá sagði frendi minn, heyrðu, hlustaðu. All of a sudden, there was piano music coming from downstairs. Allt í einu heyrðu við píanótónlist koma upp We froze. og við frusum alveg. We knew she had left, Við vissum að hún hafði farið, but now there's music coming And- from downstairs. nú tónlistin að hljóma. And as we started coming closer to the hatch, the door, Þegar við fórum nær dyrunum, the music became clearer. þá var tónlistin A skýrari beautiful, peaceful melody. og en falleg tónlist. And then we heard this very sweet voice. Og svo heyrðu við fallega rödd. Boys, you can come downstairs now. Drengi mínir, nú með ég koma niður. Við vissum ekkert. The window would have jumped through it.
Við vissum ekkert hvað áttum að gera, við vorum eiginlega vonast til þess að geta hoppa út úr gluggan. But then she said some magical words. En svo sagði hún töfra orðin, I've got cookies and milk for you. ég er með keks og mjólk fyrir ykkur. So we realized, hey, there's no way out. Þannig að við erum ekki að komast út úr And if þessu. someone is offering you cookies and milk, then it means, they're not going to do anything Og ef það bad er to you. einhver að bjóða mann upp á keks og mjólk, þá er maður ekki að fara að vera skammaður. So we came down from the attic. Þannig að við fórum niður We just realized now the smell in the room was just so beautiful, fresh cookies having og been við baked. fundum svo góða lykt af nýbökuðum kökum. And as we came down, Og þegar við komum niður, we saw this beautiful big grand piano þá sáum við stórt píanó that was Flygel. completely out of place in that old house, og flygillinn passaði ekkert inn í húsið. that we hadn't seen as we came in. En við höfum ekki séð þetta þegar við komum inn. We're too preoccupied, to We get to were- the treasure. Alltaf uppteknir við að leita að fjársjónum. And there was the silhouette of a lady sitting, there was a lady sitting at the piano and playing the piano Og with her þar- back to us. Og þar satt kona og var að spila á píanóið með sneri bakinn að okkur. And she had long gray hair. Og hún var með sítt grátt hár. And as she turned towards us, Og þegar hún snerist til only okkar, because of her blue eyes, bara vegna bláu augana, did I realize two things at the same time. þá uppgötu við tvennt á sama tíma. This is our neighbor, whom we thought was a witch. Þetta er nágrann okkar sem við heldum að vera nord. But this is the same lady that I've seen in those pictures. Og þetta er sama kona og ég sá á myndunum. She kept on playing, Hún hélt áfram að spila and then she turned around, took the cookies and the milk, gave it to us, and she said, sit down, boys. og svo snérum sér við og gaf okkur mjólk og keks og And svo sagði hún okkur að setjast niður started telling us stories from her life. og svo byrjaði hún að segja okkur sögur úr hennar lífi. We've been frightened of this lady. Við höfum verið hræddir við konuna, We thought she was a scary witch, við heldum hún væri nord. when in fact, as we listened to her stories, Þegar við vorum að hlusta sögurnar hennar, we realized she'd been one of the most popular pianists from Romania. en þá uppgötu við að hún hefði verið eina vinsælustu píanóleikur á From when Rúmeníu. she was young, she traveled the world Og þegar hún, playing the piano. þegar hún var ung þá ferðaðist um allan heiminn að spila á píanóið. Just to make a long story short, Til þess að stytta þessa sögu, in that little room, listening to her stories day after day for many months afterwards, og eftir það þá fengum við að heyra sögu frá henni dag eftir dag. I grew in love with two things, music, classical music, Þá er ég svo hrifin af klassískri tónlist and travel. og að ferðast. She would tell us these beautiful stories from all the places she traveled, Og hún sagði fallega sögu frá öllum þeim stöðum sem hún hafði ferðast til. and how at one time she realized, she needed to take a break. En svo einn daginn sá hún að hún þurfti að hvíla sig, She left the big city fór úr stórborginni and then decided to just go to the village, into a village, and have a home where she would just be at peace. og fór bara í lítið þorp og eignaðist heimili þar. I think that probably her stories and her life Sagan hennar og líf hennar had been one of the most impactful moments in my childhood var eitt af því sem hafði mest áhrif á mig þegar ég var barn, that I would have never ever experienced sem ég hefði aldrei upplifað if I had perceived to think and see her just as a scary witch that I need to stay away from. Ég hef aldrei séð það ef ég hefði alltaf haldið hún væri hræðileg nord. Well, also because I broke into her house, but that's a different story. Og líka því ég braust inn í húsið hennar. What's the lesson that I would like to leave with you? Og hvað er að fara að læra af þessari sögu? Sometimes Stundum we tend to judge certain people, erum við að dæma fólk to label them in a certain way, og setja merki á þau. to think of them like, oh no, this is a person I shouldn't speak to. Og við höldum, nei, ég á ekki að tala við þessa manneskju. Maybe there is a weird, quiet little boy in your school. Kannski er eitthvað skrítinn strákur í skólanum Nobody wants to talk to him. sem enginn vill tala við. Some of your friends say, no, he's weird, just leave him alone. Og kannski segja vinir þínir, láttu hann eiga sig, hann er skrítinn. Or maybe there is a little girl who cries all the time Eða kannski eitthvað stelpa sem er alltaf að gráta and who is annoying because she always cries, you can't talk to her. og það er ekki hægt að tala við hana því hún grenjar alltaf. Sometimes we just, forget about those people. They don't really matter. Og stundum hugsa maður, bara gleyma þessu fólki eins og það skiptir ekki máli. But when we take the time to speak to them,
En þegar við tökum tíma og spjallum við þetta fólk when we make the first step and say, look, I like to be your friend, og segjum, ég myndi vilja vera vinur þinn, maybe ask her, why are you crying all af the hverju time? ertu að gráta, getur maður spurt. What is hurting? What's happening in your life? Hvað kom fyrir? You may discover that they are someone just like you, Og þá uppbyggum við að þau eru kannski bara alveg eins og þið. who are maybe going through a hard time Kannski eru það að fara í gegnum erfiðleika. and who maybe just need a friend. Og þau eru kannski bara að vini að halda. My eldest daughter had a poster throughout her childhood Dóttir mín, elsta, hún var með plaggat hjá that sér, she put on her wall, sett á vegginn and I remember still what it said. og ég man ennþá hvað stóð á því. To have a friend, Að eiga vin, you need to be a friend. þá þarftu að vera vinur. So I would like to give you homework. Nú Do you ætla like homework? að gefa ykkur smá heimanám. When you go back to school, Þegar þið fara aftur í skólan or ykkar, maybe where you live, eða það bara í nágrannið sem þið eigi heima, and maybe there is someone that you've thought of, now I don't want to talk to that person. og þið haldið, nei, ég vil ekki tala við þennan. She's not cool enough. Hún er ekki nógu skemmtileg. He doesn't dress well. Eða þessi klæðis ekki nógu vel. How about making the first step Hvernig væri að við and offer your friendship to them? taka fyrsta skrefið og bjóða þeim vináttu ykkar? That's what Jesus did. Þetta er það sem Jesús gerði. He came to this earth Hann kom hingað til jarðarinnar to be our friend, til að vera okkar fyrirmynd. to spend time with us, Hann vildi verja tíma með okkur to make us feel better, og láta okkur líða vel and to one day make sure that we'll be with him forever. og passa upp á við verðum einhvern tíma með honum alla ævi, alla eilífð. Thank you very much for your time, Takk fyrir for being tíman so good, and please don't break into people's homes. og ekki fara að brjótast inn á einhver heimili eins That's og not the ég. lesson I want you to take out of this. Það var það sem ég vildi að þið lærðið. Can I pray with you? Má ég biðja með ykkur? Dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, I thank you, Lord, for these children. ég þakka þér drottin fyrir þessi börn. I thank you, Lord, for their parents and grandparents, their families. Ég þakka fyrir foreldra og af og ömmur og aðra fjölskyldu. And as we know, Lord, that sometimes in their little hearts, lots of things can go on. Það getur margt verið að gerast í okkar hjörtum. We pray that you'll always make them feel safe and protected. Megið þú leyfa þessum börnum að finna fyrir að þau séu vernduð og þau séu undir vernd þinni. Give us wisdom and patience Gef to love them okkur visku og þolinmæði til að elska þau the way you love us. eins og þú elskar okkur. I also pray, Lord, that you will give them the desire Gefðu þeim drottin þrá to reach out to children in their own circle of influence og löngun til þess að ná til barna sem þau þekkja and show them what it means to be a child of yours. og að þau geti sýnt hvernig það er að vera barn Guðs. I pray, Lord, that through their life, Megi þeirra líf, drottin, they will be able to show who you are. að sýna hver þú ert. We entrust them into your care. Við leggjum þau í þínar hendur, We pray a special blessing upon them today. biðjum sérstakar blessun fyrir þau í dag And we thank you, Lord, for having been blessed with them in our lives. og þakka þér fyrir að blessa okkur með þeim. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Thank you. So this week is second week in a row to have a blessing, to have a pastor who is from Romania. Já, þetta er í annað skipti sem að við höfum verið blessuð að fá hérna predikara frá Rúmeníu, tvær helgar í röð. As you heard, Pastor Dan Scherp comes from Romania, Eins og þið heyrðið þá er Dan Scherp frá Rúmeníu and then he has served also in South Africa and in Ireland, Svo hefur hann líka þjónað sem prestur í Suður-Afríku og Írlandi and currently serving as vice principal at Newbold College in England. og nú er hann aðstoðarskólastjóri á Newbold í Englandi. And Dan will share a sermon today. Og hann ætlar að deila með okkur, ætlar að predika til okkar í dag. Blessed Sabbath to you all. Gleðilegan hvíldardag til ykkar allra.
It is a pleasure and a privilege to be here with you today. Það mikill heiður fyrir mig að vera hér með ykkur í dag And I think that especially at this very special time og sérstaklega á þessum tímapunkti where Christianity is celebrating vegna þess sem við erum að fagna núna þessa helgi. a very important event in their calendar. Þetta mjög mikilvægur viðburður í okkar dagatali. I believe as far as we're concerned, the death of Jesus and his resurrection is something that's continually on our minds. Dauði Krists og hans upprisa eitthvað sem stöðugt í huga okkar. Or it should be. Eða það ætti þó allavega að vera það. Because I believe it makes a huge difference to the way we live and the way we perceive life. Því það mun breyta okkur hvernig við lifum lífinu og hugsum. For this morning, I would like to invite you to open our scriptures to Mark chapter 16. Við skulum opna ritningarnar á 16. kapla Markusar. And thank you very much for reading the scripture reading. Takk fyrir að lesa, Sonja, fyrir okkur ritningaversið. What we're going to do is we're going to unpack this passage. Við ætlum aðeins að rannsaka betur það sem var lesið áðan. We're going to unpack it together and we're going to see what is it meant to tell us today. Og hvað því ætlað að segja okkur í dag? The context of the story is very clear. Nú, það mjög skýrt í hvaða samhengi sagan This comes immediately after Christ's crucifixion. Það kemur strax á eftir krossfestingu Krists. And a few women decide to go to the tomb. Og nokkra konur ákvaða að fara til þar sem hann var grafinn. Because they had not had time on Friday to do what tradition required. Já, það vildi fara til grafarnir því að það hafði ekki haft tíma til þess að gera það sem maður á að gera við lík. They're on their way to fulfill that ritual. Og þær á leiðin til að gera það. We'll talk about that a bit later. Við getum talað það aðeins síðar. And they are met with a surprise. Og þær verða mjög hissa. Very confusing and troubling reality. Og þær verða mjög ringlaðar. That the body of Jesus was gone. Að líkami Krists var horfinn. They received the answer to their dilemma. Það fengu svar við þessu. But instead of them being thrilled about it, En staða fyrir að vera glaðar yfir they því, are shocked það voru þær í áfalli. and trembling. They go back Og þeir fóru to the tilbaka, disciples fóru til lærisveinanna and say skjálfandi. nothing. And say nothing. Og They say nothing about it. segja ekki neitt þetta. Why? Af hverju? All right, so let's go to Mark chapter 16 from verse 1. Förum í 16. kapla Markusar, vers 1. And what I'm going to do is, as we read through the passage, Og það sem ég ætla að gera meðan við lesum gegnum þetta, I'll stop from time to time og þá ætlum við að stoppa við og við and try to see how or what it says to us. og sjá hvernig það tala til okkar. There may be some tough questions. Það gæti verið erfiðar spurningar þarna. And I pray that it will be a time of reflection and introspection. Og ég bið að þetta verði tími þess sem við getum hugleitt þetta. It is my conviction that whenever we open the scriptures and we begin reading, Ég sannfærð það að þegar við byrjum að lesa ritninguna, it's supposed to challenge us. þá á hún í rauninni að koma með áskorun fyrir okkur. This is not just about reading another story Þetta snýst ekki að lesa or a bara familiar story. enn aðra söguna. It's meant through the Holy Spirit to do something within us. Heilum andar ætla að gera eitthvað, vinna eitthvað verk í okkur. So the passage begins in verse 1 En svo skulum við lesa vers 1. by saying, when the Sabbath was past, Þá hvíldardagurinn var liðinn, Mary Magdalene and Mary the mother of Jesus and Salome brought spices so that they might go and anoint him. keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. When the Sabbath was past. Þegar að hvíldardagurinn hafði liðið. Now, I'd like to suggest to you that the Sabbath is supposed to be a time of peace and rest.
Hvíldardagurinn á að vera dagur friðar og hvíldar, right? A time when we pause, þegar við tökum smá pásu, we can breathe, við getum andað right? We can be at ease og við getum tekið því rólega and enjoy God's presence. og notið þess að vera í nærveru Guðs. But that Sabbath was very different for these three ladies. En þessi hvíldardagur var öðruvísi fyrir þessar þrjár konur. Because the one that they had followed Því að þessi sem að þær höfðu verið að fylgja and loved dearly og elskuðu svo mikið had been killed. hafði verið drepin. It was a shock. Þetta var áfall. I don't believe that Sabbath was a peaceful experience for them. Þannig að þessi hvíldardagur voru kannski ekki með mikið frið. I believe they were very troubled and disappointed, disillusioned. Þær hefðu örugglega liðið illa og voru vonsviknar. I can only imagine what happened amongst them. Ég get bara ímyndað mig hvað gerðist meðal þeirra. They truly believed that Jesus was the Messiah. Það virkilega trúðu því að Jesús hefði verið sá sem var sendur. He was going to be the answer to all their problems. Hann átti að vera svar við öllum þeirra vandamálum. He was going to free the Israelites, the people of Israel, from the Romans. Hann átti að frelsa fólkið undan He Rómverjunum. was going to be their king. Hann átti að vera And kóngurinn, now he was dead ekki dauður, in a tomb. í einhverju gröf. What kind of Sabbath? And I'm using here the word Sabbath metaphorically as a symbol. Hvers konar hvíldardagur, nú ég að nota þetta orð sem tákn, What kind of Sabbath have you come out of? í gegnum hvernig hvíldardag hefur þú komið út? As you came into this building Þegar þið komið hérna inn í þessa byggingu and as you took your seat, og þegar þið settust niður, and I hope that you felt a sense of, all right, I'm in the presence of God right now. og ég finn fyrir nærveru Guðs hér, vonandi hafið fundið það, How is your heart? hvernig er hjartað ykkar? What kind of season in your life are you experiencing? Í hvernig ástíði, í hvaða ástíði eru þið núna í lífinu? Has your Sabbath been a place of contentment, Hafið þið þurft að eiga í einhverjum átökum? of gratitude? Hafið þið verið þakklátt? You know, are you going through something where you feel like, oh yes, I feel God so close to me right now? Er það að fara í gegnum það þannig að þið finnir fyrir nálægð Guðs á sterkan hátt? Everything is fine in my marriage. Allt gengur vel í mínu hjónabandi. Everything is fine between me and my kids. Allt gengur vel milli mín og barnanna minna. All is good at work. Allt gengur vel í vinnunni. I'm healthy. Ég er hraustur. Everybody I love is healthy and strong. Allir sem ég elska eru hraustir. What kind of a Sabbath have you come out of? Og í hvernig hvíldardag ert þú að koma frá? Or was it, or is it, something similar to what these women have experienced? Eða voru kannski upplifa eitthvað svipað á þessar konur voru að upplifa? Have you walked into this building Hafið þið komið hér inn í þessa, komið þið hérna inn í þessa byggingu with a heavy heart, með þungu hjarta, having experienced disappointment, eftir að hafa upplifað vonbrigði heartache, eða sársauka í hjartanu, knowing that you can't really talk about it to anybody? vitandi það og getur raunin ekki talað við neitt þetta? Are you here sitting, putting on a brave face, Ertu hér komin til þess að setja upp andlit, maybe hoping that nobody is going to ask you, how are you doing? vonandi að það sé enginn að fara að spyrja þig hvernig hefur það? The comforting thought is that Jesus knows. En það góða er að Jesús hann þekkir þetta allt. And it is my prayer that as you sit in this space, Og það er mín bæn meðan þið sitji hér your heart will feel lighter again. að hjartað ykkar muni finna fyrir að byrði sér létta And that you'll feel a sense of assurance that God is still under control. og að þið finnið fyrir því að Guð sé ennþá við stjórnvölinn And that He will make sure that your heart is safe. og að hann muni sjá til þess að hjarta ykkar sé á örgum stað. I often say in my sermons, I believe that as we come into the church every Sabbath, Ég segi það oft í ræðum mínum og þegar við komum hérna inn í kirkjuna, God is the one waiting for us, Guð er að bíða eftir okkur and He has already prepared a blessing specific to our needs. og hann hefur nú þegar undirbúið blessun fyrir hvert og eitt okkar samkvæmt þörfum okkar. And all we have to do is receive it.
Það eina sem við þurfum að gera að þiggja. I think it's very sad that sometimes we come to church and leave without having received his blessing. Já, það sorglega að koma og fara hérðan á þess að hafa fengið þessa blessun. I pray that won't be the case today. Ég ætla að vona að það verði ekki svoleiðis í dag. What kind of Sabbath have you come out of? Inn í hvaða hvíldardag ert þú komin? And then now these 3 women, Og þessar 3 konur, according to tradition, samkvæmt hefðinni, go to perform a ritual, fara og ætla að vera með eitthvað svona which seremoni in effect was anointing a corpse, sem þýddi það átt að smyrja lík. a dead body. Lík. That's what, tradition required. Það var það sem að hefðin bauð þeim. I would like to suggest to you Við langar að koma með tillögu that we often spend a great amount of money, að við verjum oft miklum time, peningum, and energy tíma og orku to make our hurts and at times failures smell nice. og láta að við erum rosa góði að láta sársauka okkar og mistök ilma vel. And often we work hard at making sure that our ruins are well lit. Og við vinnum líka mikið af því að láta okkar hrun lýsa vel. Sometimes when you visit places where you have all these ruins of, old temples or fortresses or castles, Þegar þið farið og skoðið alls konar fornminjar, kannski kastala eða musteri sem eru að hruni komin, to make them more attractive, they put all these beautiful lights around it. þá eru sett svona, til þess að láta að líta betur út fyrir ferðamennina, þá setja ljóskastara inn á milli. It doesn't matter how nice the light is, there are still ruins. Það alveg sama hversu falleg lýsingin þetta samt að hruni komið. Sometimes the only way we can really deal with the things that we are struggling with in our lives Eina leiðin til þess að eiga við hluti sem við erum að berjast við í lífinu is to make them smell nice. að láta það ilma vel. We lie to ourselves that it's okay. Og þá getum við logið okkur sjálfum og sagt þetta í lagi. We try to make it tolerable, so to speak. Við látum að vera þannig eins og þetta verði þolanlegt. And I would like to suggest to you that today God is saying, Og Guð í dag að segja, and I think that everyone needs to listen to their own and think of their own experience, og hver þarf að hugsa sjálfan sig og þeirra eigin reynslu, that the time to anoint that which is dead að needs to come to an end. og þessi tími að vera að smyrja það sem dautt, því þarf að ljúka. That there are certain things in our lives that we need to cut off Og from. sumt í lífinu þurfum við bara að skera á. Sometimes we hold on to things we know are not good for us. Stundum höldum við fast í það sem við vitum ekki gott fyrir okkur. Sometimes we tolerate stuff we know is not good for us Og stundum þolum við eitthvað sem ekki gott fyrir okkur. because we're afraid of what someone else is going to say or how it's going to look. Við erum kannski hrædd við það sem aðrir munu segja eða hvernig þetta mun líta út. And we try to spiritualize it and anoint it. Og við reynum að gera þetta andlegt og við smyrjum það. May the Lord reveal to us Megi Drottinn opinbera það fyrir okkur and give us the strength and the courage og gefa okkur styrk og þor to let that which is dead be dead að leyfa því sem dautt að vera dautt and move on. og halda áfram veginn. And I'm speaking now as individuals. Nú ég að tala við okkur hér sem einstaklinga. And very early on the first day of the week, Snemma, mjög árla hinn fyrsta dag vikunar, when the sun had risen, they went to the tomb. Sólaruppbrás koma þær að gröfinni. Sometimes we think that commitment Stundum höldum við að vera, ég veit ekki alveg hvernig að segja, commitment is very important. Já, okkur finnst skuldbinding vera mjög mikilvæg. And I believe it is very important. Og það mjög mikilvægt But commitment is not everything. að vera skuldbundin. They got up very early in the morning. En það ekki allt. Þær fóru árla fyrsta They were dag. committed to the task. Þær voru alveg ákvæmnar í að gera þetta. And they felt, okay, this is what needs to happen. I'm going to go. Og þetta það sem við þurfum að gera og við verðum að fara núna. But they were committed to something
En þær voru búin að skuldbinda sig að gera eitthvað that was not necessary anymore. sem var ekki lengur nauðsynlegt. Now, if we think of Saul, who later became Paul, Ef við hugsum Sál sem var síðar Páll, he was very committed to Han var- exterminating Christians. hann var búin að skuldbinda sig að útrýma kristnum. He believed that was the right thing to do. Hann hugsaði það rétta sem að He verða að gera. believed that God entrusted him with that task. Og hann trúði því að Guð hafði falið honum þetta hlutverk. Commitment, Að vera búin að lofa einhverju even though og standa við það. impressive, Og þó svo það líti kannski vel út, is not always the most important thing. þetta ekki alltaf það mikilvægasta. What's more important is to identify the right thing to do Það miklu mikilvægur að skilja hvað það sem rétt að gera and then be committed to it. og vera skuldbundin því. And they were saying to one another, Þær sögðu sín á milli, who'll roll away the stone for us from the entrance of the tomb? hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunanum? Saying to one another. Þannig voru þær að tala við hvora aðra. You know, probably this is one of the most important aspects of this passage. Þessi orð eru líklegast þau mikilvægustu af þessu versi. They identify the problem they had. Þær uppgötuðu sameiginlega hver vandinn væri. It is admirable because they were still committed to doing it. En við getum alveg dást að þeim því að þær voru alveg staðfastar. They didn't stay home just saying, you know, the stone is so big, we're not going to be able to roll it away, so let's just stay home. Þær voru ekki heima og sagði, við skulum ekkert fara af stað því við getum hvað sem ekki velt steininum frá. Without having a solution, they still persisted in their task. Þær voru ekki búin að finna lausn en héldu samt áfram. But they were talking to each other. Þær sögðu sín á milli. What do we say to one another? Hvernig tölum við hvort annan? The conversations that we have with one another are very important. Allar það samræði sem við höfum við hvort annað eru mikilvægur. The other day I had a talk with my wife. We were talking about something. Ég var að spjalla við konum mínum daginn And then we're discussing a certain situation. og við vorum að ræða vissar aðstæður. She gave her opinion. She's very straightforward, very open. Hún gaf sína skoðun, hún mjög opin og segir hlutina bara. And then after a while I said this to her. Og svo sagði ég eftir á. I think I need to think about this myself. Ég held að ég verða að huglega þetta aðeins sjálfur. Because your opinion is very important to me. Því þín skoðun mikilvæg fyrir mér. And I'm influenced by what you say. Og þú blæst mér í brjóst það sem þú ert að segja. She didn't mean anything bad or anything like that. Hún meinti ekkert illa með þessu. But I realized if she says something in a certain direction, En ég tók eftir því ef hún segir eitthvað í vissa átt, it may very well influence me in my decisions. að það getur alveg haft áhrif á ákvarðanatökum. As it was a work-related thing, I had to think about it and pray about it myself. En þar sem þetta var tengt vinnunni þá þarfti ég að hugsa þetta vel og biðja. She respected that. Og hún bar virðingu fyrir því. I tested her. Ég setti hana undir prófraun. Because I brought it up again, she said, Og svo sagði hún aftur og I'm not going to say anything about this. Excuse me. I'm not going to say, no, did she- I raised it. And then she said, no, I'm not going to talk about it. Já, og svo fór ég að tala aftur um þetta og hún sagði nei, ég ætla ekki að tala neitt um þetta aftur. It is incredible how much we can influence one another. Það ótrúlegt hvað við getum haft áhrif á hvort annað. We have to be so careful what we say to one another. Við þurfum að passa upp á hvað við segjum við hvort annað. Because even whether we realize it or not, you know, we have an amazing impact on other people's way of thinking and seeing things. Þó svo að við gerum okkur ekki grein fyrir því, þá ótrúlega áhrif sem við getum haft á hvort annað. That's even more so when it comes to leaders in the church. Og jáfnvel ennþá meira á leiðtoga kirkjunar. I remember one pastor once saying, you know, as a pastor, I can't say this, but as an individual, I can tell you that. Og einn sagði mig eins og prestur get ég ekki sagt, en sem einstaklingur get ég sagt. And I said to him, you can't run away from who you are. Þú getur ekki hlaupið burtu frá því sem þú ert, sagði ég við hann. By saying that, you know, as a pastor, I can't, but as a person, I can't. No, it doesn't work. Það gengur ekki upp að segja sem prestur get ég ekki, en sem einstaklingur get ég. I Nei, look at you and you are a pastor, and as a pastor, you speak to me.
og ég að horfa á þessu prest og þú ert að tala við mig þannig. There's another type of talk that's extremely impactful on us. Svo annars konar málræða sem hefur áhrif á okkur. What we tell ourselves. Það sem við segjum okkur sjálfum. We all have conversations with ourselves. Við erum alltaf að tala við okkur sjálf. And we often allow certain thoughts to just, really stay there, and we entertain them for a long time. Og svo leyfum við vissum hugsunum bara að hanga þarna á einhverju staðinni Sometimes we convince ourselves of certain things that are not true. Og stundum samfærum við okkur sjálfum eitthvað sem ekki satt. But because it's some way of trying to manage things, En að því við erum að reyna að láta hlutina ganga upp, or are trying to protect ourselves, or for whatever reason, eða við erum að reyna að vernda okkur, we persist in self-talk that's not good for us. og þá höldum við áfram þessu sjálfstali sem er ekki gott fyrir okkur. So as they were talking to one another, Þannig að meðan þær voru að spjalla, they asked the question, who will roll away the stone? þá spurðu þær, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? Verse 4, and looking up, En þegar það líta upp, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög I love stór. this expression, looking up. Mér finnst gaman að lesa þetta, þær líta upp. We tend to look down. Við erum yfirleitt að líta niður á við. We tend to look down at, the mud that we're in, Við erum ofta að horfa á drullina sem the við erum í, circumstance that's troubling us, aðstæðuna sem eru að pyrra okkur the immediate circumstance that faces us. og þær aðstæður sem við þurfum að eiga við And I think núna. that as Christians, this is extremely important for us to find a time to look up. Og þegar við erum á þessum tíma sem kristin mikilvægt að horfa upp á við. We are Christians, aren't we? Erum við ekki kristin? We believe there is a God who knows it all and who is able. Við vitum að það er Guð og hann veit allt og hann almáttugur. And only as they looked up after talking to one another, Og þegar þeir litu upp eftir að hafa verið að spjalla, were they able to see that the problem they thought they had þannig að þá sáu þeir að vandamál sem þær héldu had að already væri been dealt with. var búið að leysa. The stone, which was very large, had already been rolled away. Og þessi steinn sem var svo stór, það var búið að rúlla honum í burtu. We often worry and fret about Við höfum oft áhyggjur and plan for og jafnvel erum að áforma eitthvað things God has already resolved or provided. sem Guð nú þegar búinn að leysa. I don't know about you, but I tend to be a worrier. Ég veit ekki ykkur en ég á til að vera mikill Not a warrior, hermaður. a warrior. I worry about things. Já, ekki hermaður heldur áhyggjumaður mikill. I need to plan. I need to figure out why is it like this. Ég þarf alltaf að vera áforma árin að finna út akkur þetta svona. And one of the most important life lessons I've learned, Og eitt af mikilvægastu leksinum sem ég hef lært í lífinu, having been through some rough patches in my life, eftir að hafa farið í gegnum ýmsa erfiðleika, was that I had to learn how to live að ég þurfti að læra hvernig ég ætti að lifa with unanswered questions. með spurningar sem ég hafði engin svör við. There are certain things just that make no sense. Sumt bara, það er engin rök fyrir hlutum. There are certain questions why I have no answers for. Og það sumt sem ég hef engin svör við. Right? And unfortunately, and there have been situations like this, I troubled myself about things that I should not have troubled myself Og about því at all. miður þá ég oft með áhyggjur á ykkur sem ég ætti ekki að hafa áhyggjur af. Because God had already gone ahead and resolved it, Því resolved Guð that situation. var nú þegar búin að leysa þetta vandamál. I'd like you to take a moment and think of your own worries right now. Ég vil að þið takið ykkur smá tíma núna til að velta fyrir ykkur eigin vandamálum. What is it that is troubling you? Hvað að valda þér áhyggjum? What can you do about it? Og hvað getur gert? I'm not saying that we shouldn't plan and we shouldn't be, conscientious in what we do. Ég ekki að segja við ekki áforma eða vera ekki meðvituð það sem við þurfum að hafa áhyggjur af.
But are we making enough room for God to be God? En erum við að gefa Guði nógu mikið pláss til að vera Guð? Or do we tend to prescribe to him what we think he should be doing? Eða erum við kannski að segja honum fyrir verkum hvað hann eigi að gera? Right, let's try and finish within the next 10 minutes. Og nú skulum við nota næstu 10 mínútur til þess að reyna að klára þetta. Verse 5, and entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. Well, it kind of makes sense, doesn't it? Það mjög lógískt. Imagine. Það ekki? Ímyndið ykkur. They first of all see the big stone being rolled away. Fyrst sjá þau steinin, það búið að rúlla honum frá. But I'm sure they didn't think that what they would meet in that tomb would be what they met in that tomb. Aldrei hefðum dottið í huga að myndu hitta þennan mann sem þær hittu. They still went in expecting to find Jesus' body there. Þær fóru inn í gröfina og héldu að þær væru að fara að sjá lík Jesú. Instead they find an angel. Og þær finna þarna fyrir And their normal reaction is, engil. what's going on? They were alarmed, they were frightened. Og þær voru mjög skeldar. They didn't know what to do, they didn't know what to say. Það vissi ekkert hvað átt að segja eða gera. And interestingly enough, the angel just speaks exactly to their need. Og engillinn talar beint til þeirra þarfar sem þær The hafa. Bible says they were alarmed, Biblían segir að það hafi and the angel skelfst. says, do not be alarmed. Og engillinn segir, skelfist ekki. Speaking exactly to their need. Hann talaði beint til þess sem þær þörfnuðust að heyra. Sometimes we may not even be aware of what we need. Stundum gerum við okkur ekki alveg grein fyrir hvað við þörfnumst. And as God is busy working on what we need, Og á meðan að Guð að vinna að því að leysa vandan, we grow discouraged and disillusioned because he's not addressing our wants. þá missum við móðinn og missum vonina því okkur finnst eins og hann sé ekki að koma móts við okkar þarfir. There's a big difference between what we need at times and what we want. Það mjög mikill munur á því oft á tíðum hvað við þörfnumst og hvað við viljum. We need to pray for wisdom from above to be able to discern between the two things. Og við þurfum að biðja visku að ofan til þess að geta séð munin þar á milli. We may think that we need this. Við gætum hugsað að ég þarf á þessu að halda. The church needs this. Eða kirkjan þarf þetta. But is it something we need and the church needs? Þetta eitthvað sem við og kirkjan þurfum? Or is it something that we want Eða það eitthvað sem við viljum? and we think the church wants Og við heldum að kirkjan vilji. or the church needs? Eða það sem að kirkjan þarf. It is very important, friends. I think that when it comes to, and I have this sense as a pastor as well, Og þetta mjög mikilvægt. Ég finn fyrir þessu sem prestur einnig. it is very important to truly try and understand what God's will is in a particular situation. Það mjög mikilvægt að skilja hver vilji Guðs í hverjum aðstæðum sem Because we could very easily be committed to something Því we believe God wants to happen. við getum verið mjög staðfest í að framkvæma eitthvað sem við virkilega trúum á Guð vilji, Which may not be what God wants to happen. sem kannski ekki það sem Guð vill. I've had situations in my life where I proceeded with all my energy in a certain direction. Og það komið fyrir í mínu lífi að ég hef farið í einhverja átt sem að ég hélt að ég ætti að fara. Just to hit a wall. Bara til að ganga á vegg. And then I'm completely distraught and I said, why? Og ég hef spurt af hverju. I was convinced that God wanted me to go this way. Ég var alveg viss að Guð vildi að ég færi í þess átt. And it takes humility Og maður þarf að vera auðmjúkur and courage og maður þarf líka að vera to dust yourself off. hugrakkur Say, okay, I need to go back. og segja, já, ég þarf að fara aftur I need tilbaka to figure it out. og ég þarf að finna út úr þessu. All right, I love this expression because then the angel says to them after saying, do not be alarmed, you seek Jesus. Og hann sagði við, engillinn sagði við þær, þér leitið að Jesú. Even when sometimes we make mistakes because we're limited in our understanding. Og þó að við gerum mistök vegna þess að við erum með takmarkaðan skilning. For as long as within our hearts we seek Jesus in what we do.
En djúpt í hjarta okkar þá leitum við til Jesú með hvað það sem við erum að gera. I think that there is room for grace, forgiveness, and understanding. Og það pláss fyrir náð og grace, Understanding. náð og skilning. When I left the Irish Mission, Þegar ég hætti að vinna fyrir írska kirkjuna á Írlandi, just before leaving, I was visiting a church. áður en ég fór þá heimsótti ég eina kirkju. And in that church, there were about 2 or 3 people that had been really, in human terms, you would say, made my life hard Og í as a leader. þessari kirkju þar voru 3 einstaklingar sem að gerði mér lífið leitt. And they came to me, 2 of them came to me, Og 2 af þessum einstaklingum komu til mín and they said, Pastor Dan, we'd just like to apologize og sögðu við mig, Dan, við viljum biðja þig að fyrirgefa okkur. because at times maybe we're a little bit too harsh. Við vorum kannski of hörð við þig. And in all honesty, I said what I said to them. Og í allri einlægni sagði ég við þá, Believe it or not, I have no issue with that. Trúið mér, ég hef ekkert á móti ykkur. Because I have always been convinced that you've done everything that you've done. Því ég hef verið sannfærður allt það sem þið hefur verið að gera You've done with a pure heart og hafið verið að gera með hreinu hjarta and in what you thought was in the best interest of your local church. og það sem þið held að verið best fyrir ykkar kirkju. They were never rude. Þið voru ekki dónaleg They were never, aggressive. eða hrottaleg, But they were very firm en mjög ákveðin samt in sem áður. expressing their opinions when it came to their local church and the They- Irish Mission. Þegar þið voru að útskýra fyrir mér þarfir kirkjunar og líka kirkjunar And á I used Írlandi. this expression, I knew that you always sought Jesus in what you did. Og ég notaði þetta, ég vissi að þið voru að leita að Jesú í öllu því sem þið voru að gera. May we continue to strive to seek Jesus Vonandi getum við haldið áfram að alltaf að leita að Jesú in everything that we do, í öllu sem við gerum. to bring him glory, Að gera hann dýrlegan, to worship him, að tilbyðja hann, to do things that will put him in contact with other people. gera það að hann geti tengst öðru fólki. And if sometimes we make mistakes, Og ef við okkur mistekst, I think that grace would be able to cover that. þá hlýtur náðin að geta hulið það. He has risen. He is not here. See the place where he lay down. Hann upprisin, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðan. In actual fact, the Right. 3 ladies went to an empty tomb. Í rauninni fóru þessar 3 konur til tómrar grafar They were staring into an empty tomb. og þær voru að horfa inn í tóma gröf. I'd like to ask you the question, Mér langar að spyrja ykkur, in your own personal life, í ykkar eigin lífi, where is your empty tomb? hvar tóma gröfin ykkar? Sometimes we go into a space Stundum förum við á stað where we seek something þar sem við erum að leita að ykkur and we realize that there is nothing we can get out of that skull. og, That's what Golgotha was called. og við sjáum að við getum ekki fengið neitt út úr þessum hausakúpu stað sem að It could be Golgata our okkar. past. It could be our past. Þetta geti verið fortíðin It okkar. could be the place that we retreat to, hoping that, something is going to come out of it and give us all the answers. Það geti verið eitthvað sem við höldum að sé eitthvað að koma út úr og muni gefa okkur all svör sem við þörnumst. Where is your empty tomb and how often do you visit it? Hvar tóma gröfin þín og hversu oft heimsækjur þessa gröf? The answer the angels gave them Svarið sem að engilin gaf þeim was, you are in the wrong place. að þið eruð ekki á réttum stað. Verse 7, go and tell. Í versi 7 segir, en farið og segið. Go and tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. Farið og segið lærisveinum hans og Pétri, The answer is not here. hann fer á undan ykkur til Galileu, svarið ekki hér. You need to go and tell. Farið og segið. Miracles are to be shared. Það á að deila kraftaverku með öðrum. And I love this aspect of it. Og mér finnst þetta svo falleg sýn á þetta. Once we've witnessed God's goodness,
Þegar við höfum séð gæsku Guðs, one should be compelled to tell others about it. þá á maður að fara og finna fyrir þörf að segja öðrum frá. And sometimes we have to say it without actually using words. Og stundum þurfum við að segja jafnvel án orða. When last were you astonished? Hvenær voru þið alveg uppnumin? Or maybe even somehow alarmed Eða jafnvel eins og þið eruð svona hrætt by what God has done in your life? af því sem að Guð hefur gert. Sometimes we go through life Stundum fyrir við gegnum lífið and we just consider everything to be just normal. og okkur finnst þess að allt sé bara eðlilegt. Things happen. Svo gerist eitthvað. I managed to do this because, I planned for it and I'm a clever person. Ég náði að gera þetta og skipulegja þetta því ég er klár. And we tend to remember God only when we get into trouble. Og við munum bara eftir Guði þegar við lendum í vandræðum. And this attitude blinds us Og, at how many times God steps in. og svona hugafar blindar okkur við fyrir því þegar að Guð stígur inn And og, prevents us from giving Him the glory for what He's doing in our lives. og kemur í veg fyrir að við gefum honum dýrðina fyrir það sem er að gerast. And prevents us from sharing Him with others in that way. Og líka kemur heldur því frá, eða kemur í veg fyrir að við getum sagt öðrum frá það sem hann er að gera. You know what the most impactful and powerful Bible study is? Vitið þið hver besta biblíurannsóknin er? Not necessarily telling someone about God from the Bible, in a Bible study verse by verse. Ekki endilega með því að rannsaka biblíuna eitt vers eftir öðru. That has its place. Það er hefur líka sinn, But sharing with somebody what God has done in your life. já, það er líka gott að gera það en það er mikilvægt að deila með öðrum hvað Guð hefur gert í þínu lífi. Take a moment and reflect. Veltið þessu aðeins fyrir ykkur. What is the last thing that you can think of Hvað er það síðasta sem þú getur hugsað that you can really say, God stepped in, this is what God did in my life? Það sem þú getur sagt, þetta gerði Guð í mínu lífi. Peter is mentioned here as well, singled out. Hérna er Pétur nefndur á sérstakann hátt. Why? Because Af hverju? he was the one who doubted his salvation and calling because of his betrayal, inadequacies, and Hann- failures. Hann efaðist þetta sem hafi gerst og hann hafði líka snúið sér frá ekki stað með Jesú og afneitað honum. It doesn't matter what you've done, Það er alveg sama hvað þið hafi gert, what you've said. hvað þið hafið sagt. If you seek Jesus, Ef að þú leitar Jesú, there should be room at the table for you. þá verður pláss fyrir þig við borðið. I love the expression, he is going before you. Mér finnst þetta fallið það sem að stendur hann fer á undan yður. How far do you need to go to meet him? Hversu langt þarfst þú að fara til að hitta hann? Sometimes we say, Jesus is right there, here, next to me, right around us. Stundum getur maður sagt, hérna er Jesús bara við hliðina á mér. Well, sometimes there is a journey we need to take. En stundum þarf maður að fara í ferðalag. There are certain things we need to remove, maybe from our lives. Eða stund sem að þarf að fjarlægja á lífi There's a okkar. journey we need to make to actually meet with him. Við þurfum að fara í gegnum ferðalag til þess að geta hitt hann. From Jerusalem to Galilee, 120 miles, that was a long journey. Frá Jerúsalem til Galileu 120 mílur, það er löng ferð. Now I want to end with this. Ég ætla að ljúka á þessum orðum. We find them trembling and completely astonished. Og við sjáum að þær eru óttaslegnar og skeldar. I'd like to suggest to you that God's presence Langar að segja að nærvera Guðs or absence, the way we perceive it, eða fjarvera Guðs eins og við kannski upplifum það, has significant emotional impact, hefur áhrif á okkar tilfinningar or it should have. og það ætti að gera það. I think that at times we are so accustomed to all this religious stuff that we do Stundum erum við svo vön öllu þessu trúarlega sem við gerum that we don't know what it means to be astonished and to tremble in his presence. og við gleymum stundum að vera í ofboði frammi fyrir Guði. I remember as I was studying, I was still studying theology at the seminary, Þegar ég var ennþá að læra Guðfræði, and our homiletics lecturer, the one who taught us how to preach, já, og kennarinn sem var að kenna okkur hvernig við eigum að predika, told us about an old student of his sagði okkur frá gömlum nemanda who had sínum been a pastor for about 5 years. sem hafði verið prestur í 5 ár. And they met, Þeir hittust, and then this previous old student, asked the lecturer the question,
þá kom þessi nefandi fyrrverandi hans og He spurði hann said, spurningar. Pastor, every time I stand on the pulpit and preach, my knees are trembling. Alltaf þegar ég stend við ræðupúltið þá skjálfa hnén mín. It's been 5 years. When is it going to stop? Þetta búið að vera svona í 5 ár, hvenær mun þessu ljúka? And the pastor said, the moment it stops, that's when you should worry. Þegar þú hættir að skjálfa hnjánum þá skaltu hafa áhyggjur, sagði kennarinn hans. Now the interesting thing is that they went back, Það áhugaverða við þetta að þær snéru tilbaka, but they said nothing. en þær sögðu ekkert. What does the Bible say? Why didn't they say anything to the disciples? Af hverju sögðu þær ekki neitt við lærisveinana? Hvað Because they stendur í were Biblíunni? afraid. Af því að þær voru hræddar. Fear silences and numbs us. Hræðslan hún þakkar niður í okkur It paralyzes us. og við verðum alveg lömuð af hræðslu. Sometimes we are fearful of change. Stundum verum við hrædd við breytingar. They were afraid of bringing these news to the disciples because they didn't know how they were going to take it. Þær voru hræddar að bera þessa fréttir til lærisveina því að þær vissi ekki hvernig þeir myndu taka fréttunum. What is it in your life Hvað í þínu lífi that's preventing you from, that fear is preventing you from actually dealing with it? sem gerir það að verkum að þú ert hrædd og getur þar alveg ekki verið með honum? What do you know that you should be saying but you are not saying it because fear Hvað is silencing you? Hvað það sem þú ættir að segja en ert ekki að segja vegna þess að óttinn að þakka niður í þér? What is there that you know the Holy Spirit is telling you should be doing but you're not doing it because fear is paralyzing you? Og hvað heilagur andi að segja við þig en þú ert ekki að segja vegna þess að óttinn að halda aftur að þér? The passage ends in this note. Og svo lýkur þessum versum But á I don't þessu. want to finish the sermon in this note. En ég vil ekki ljúka ræðinu á þessum orðum. I think the message of this passage Skilaboð þessara versa is not about an empty tomb. ekki tóma gröf. The message is that he is alive. Boðskapurinn hann lifandi. Jesus is alive. Jesús lifir. Jesus came to this earth to die for our sins, Jesús kom til þessar jarðar til að deyja fyrir okkar syndir, but he did not remain dead. en hann var ekki dauður lengi. We believe in a God who is alive, Við trúum á lifandi Guð who is able, og sem getur and who is right here through his Holy Spirit. og hér mitt á meðal okkar með sínum heilaga anda. And it is my prayer that we really take this truth to heart, Og ég bið þess að við tökum við þessum sannleika inn í hjarta and okkar that when we leave this space, og að þegar við förum hérðan, this space in which we are right now, þar sem við erum hér í dag, we'll leave it by taking the blessing that he's prepared for us að við tökum með okkur blessununa sem hann hefur fyrirbúið and allowing this living God og að leyfa þessum lifandi to Guði make a difference in our lives. að skipta einhverju máli í okkar It would lífi. be so sad to leave the same way we've come here. Það svo leiðilt að við myndum fara hérðan alveg eins og við komum. When we encounter God, he transforms us. Þegar við hittum Guð þá breytir hann okkur. And I don't know in which way. I mean, it's your life, you know. Ég veit ekki á hvaða hátt, þetta þitt líf, þú veist það. And I pray that if you came in here with fear still gripping your heart, that you let go of it. Og ef þú komst hér inni með hræðslu í That hjartanu if you came here troubled, you will leave this place with peace in your heart. og ef þú komst hér inn með áhyggjur og þú megi fara hérðan með frið í hjarta. And if you came looking for answers, that you would leave this place assured that he will reveal himself to you Og ef, through this experience. og ef þú komst hér inn með spurningar að hann megi þá svara þér á þann hátt sem að þarf að vera. It is my prayer that you will feel God's closeness as individuals Það bæn mín að þið megið finna fyrir nærveru hans sem einstaklingar and that God will continue to reveal himself in the life of the church here in Iceland. og Guð megi opinbera sig fólki sínu hér á Íslandi. Amen. Amen. Sorry, it's taking longer. Við þökkum Dan Serb fyrir það að hafa farið yfir okkur með þessum yndislega versum og biðum að það með staðfesta okkur í trúni á Jesúm Krist. En við ætlum að syngja hérna loka lagið í dag og það verður hérna leið oss mikla himna Herra.
sem er 79 í sálmabókinni. 79 í sálmabókinni. Fyrir okkur, skulum við ljúka með þessu. Let us stand together. Dear Heavenly Father, Kæri himneski Faðir, we thank you, Lord, for inviting us into your presence. þökkum þér drottin fyrir að bjóða okkur hingað í þína nærveru. Thank you, Lord, for speaking to our hearts and to our minds. Þakka þér drottin fyrir að tala til huga okkar og hjartna. Thank you, Lord, for your Holy Spirit who is working on our hearts. Þakka þér fyrir þín heilaga anda sem að starfar í hjörtum okkar. We confess at this moment that we desire to seek you, Jesus. Við játum það hér að við viljum leita þín, Jesú. And we want to thank you for the way that you've led us in the past. Og við viljum þakka þér fyrir þá leiðsögn sem þú veitt okkur í fortíðinni. It is my prayer, Lord, that in everything that we do, Ég bið þess að allt sem við gerum we dedicate our lives og við mættum helga líf okkar to following you. í að fylgja þér. We thank you, Lord, for this church. I thank you for this church. Við þökkum fyrir þessa kirkju I thank you, Lord, for every person who is present here and for every family represented here. og við þökkum þér drottin fyrir hvern og einn einstakling hér og hverja fjölskyldu sem er hér. And I pray, Lord, that you'll bless us according to our needs and your grace. Megi þú blessa okkur samkvæmt náð okkar, samkvæmt þinni náð og okkar þörfum. Thank you for your care for us. Við þökkum fyrir hversu mikið þú hugsar okkur. Thank you for accepting us as we are. Takka þér fyrir að taka okkur eins og við erum. Thank you, Lord, for taking our sin upon yourself. Ég þakka þér drottin fyrir að taka syndir okkar á þig. And thank you, Lord, for paying the ultimate price, death, Og við þökkum þér fyrir að vilja greiða þetta háa gjald so með that we dauða may þínum. live forever. Svo við mættum lifa alla eilífð. We are looking forward to that day when you'll come again. Okkur hlakka til þess dags sem þú kemur aftur. And help us, Lord, in every single moment of our lives Og hjálpa okkur á hverju stund í lífi okkar to abide by you, að fylgja þér. so that one day we can be with you. Svo við megum vera með þér. Help us to be your hands, Hjálpaðu okkur að vera þínar hendur your feet, your words in this world, og fætur og orð þín hér í þessum heimi. so that others can be attracted to your love. Svo aðrir vilji koma til þín. We pray this in Jesus' name. Við byggjum þessi í Jesú nafni. Amen.